Gott kvöld og velkomin í laugardagskvöld. Mig langar að byrja að þakka fyrir viðtökurnar við þættunum okkar á kjördag sem hafa verið afar góðar. Það voru ekki síst börnin sem slógu í gegn hjá þjóðinni. Aldrei að vita nema við tölum meira við þau síðar. En það eru engin börn hér í kvöld og ekki einu sinni barnalegi gestir. Það eru 3 fullþroskaðir gestir og fyrsti gesturinn búinn að vera umdeildur síðan hann steig fram á sviðið með sína fyrstu kvikmynd fyrir aldarfjórðungi og virðist ekki geta gert nokkuð skapaðan hlut án þess að miklar deilur spretti upp. Skulum fá hingað inn með skýringar á þessu öllu, æringjan Hrafn Gunnlaugsson. Já, blessaður og sæll. Blessaður. Hvað kemur yfirvegaður inn eftir þessa kynningu? Ég veit ekki takk fyrir ég á von. Eftir þessa kynningu. Já. Ég tók mig til og rendaði þessi gegnum bókina sem þið Árni Þórarinsson skrifuðum saman, Krummi. Þar Edda Björgvinsdóttir sem lék undir þinni stjórn í Hrafninn flýgur, meðal annars með lýsingu á þér sem hún segir að sé dálítið góð og það er bara eitt orð. Og það er villimaður. Og þú lýsir því sérstaklega að þú ert mjög ánægð með þessa persónulýsingu. Jú, það er vegna þess að ég hef haft svo miklar áhyggjur að ég átti í lífinu hvað ég væri hryllilega normal. Að því ég fekk það að ég væri villimaður þá gladdist mitt hjarta. Já. Er það ekki óþarfa áhyggjur að þú sért mjög normal? Nei, ég veist að ég held að það þurfi mjög normal mann til að búa til hluti sem kannski virka ofta á aðra eins og þau sé ekki normal. Já. Það er að segja maður þarf að kunna á trommur til að geta leikið út úr takt. Já, einmitt. Þetta fer hangir svona saman. Ég ætla nú ekki að fara svo sem í tímaröðu gegnum þinn feril, en mig langar samt aðeins að því að ég hef aldrei almennilega náð því þú ætlaðir alltaf að verða skáld og varst alltaf skáld í skóla og svona, en Ég er skáld. Þú ert skáld, já, fyrirgefðu. Alla mína bíómyndir eru bara skáldskapur. Þetta er það að vera ekki bara inni að skrifa heldur að búa til bíómyndir er vegna þess að það er svo einmannalegt að sitja með blýant allan daginn einhverjar hugmyndir í hausnum. Miklu skemmtilegra að vera að vinna með fólki og geta troðið persónum sem maður er búinn að búa til inn í leikara og speikla þá í leikara. Þannig að ég er fyrst og fremst skáld, ég er fyrst og fremst rithöfundur þó að maður hafi verið að brasast í ýmsu öðru ævina. Já, einmitt, og þú hefur gefið náttúrulega út og margt af því vakið mjög mikla athygli og fengið góða dóma. En af hverju, það fara nú ekki öll skáld og ekki allir rithöfundur að gera kvikmyndir? Hvernig, þú fórst eitthvað í nám til Svíþjóð, hvernig atvikaðist allt saman? Af hverju fórst að gera kvikmyndir? Ég fór að gera kvikmyndir eins og ég sagði við vegna þess að þetta var bara svo einmannalegt að vera einn að skrifa og setja á bókasafnið, setja inn í sér og skrifa og svo sá ég upptöku á litlu sjónvarpsleikrit sem ég hefði skrifað og það vill svo til að það var einmitt Egill Eðvarðsson sem stjórnar þessum þætti sem var stjórnað upptöku á því leikriti. Var það Saga af sjónum? Það var Saga af sjónum og þá fór ég allt inn að fá forvitni fyrir þessu miðli og hugsaði þetta er nú kannski miðl sem að myndi henta mínum verkum og gæti verið gaman að takast á því. Þá hafði ég aldrei farið í bíó eiginlega nema bara til að halda í hendina á stelpu. Ég sá yfirleitt ekki það sem var á tjaldinu. Bíó var bara svona afsökun til að hitta einhverja stelpu. En þá fór ég að horfa á bíómyndir. Hvort ertu betri, þó sem þú segir þessi sami hlutur, en hvort ertu betri kvikmyndagerðarmaður eða ljóðskáld? Já, þetta er eitthvað bara sem rennur eiginlega alveg saman í mínum huga. Þetta er bara það eina sem ég kann og þetta er það eina sem ég get. Og maður svona hefur haft þetta bæði sem ánægju og brauðsteinn í gennum tíman. Já. Við skulum áður en lengra að halda því að við minnumst á Sögu af sjónum. Eitt af þínum fyrstu verkum var Silfurtunglið og þar kom strax í ljós þessi áhugi þín á því að fá einhverja til þess að leika sem ekki höfðu leikið eiginlega áður almennilega og þarna er Dittu, Egill Ólafsson, kannski einhverju fleiri? Já, þarna eru bæði svona þjóðkunnileikarar og ungt fólk en kannski ástæðan var svo að á þessum tíma þá var engin hefð hér í kvikmyndaleik eða þessu tegundaleik og það þurfti ungt fólk og ég held að það hafi verið lítið að fólk kæmi út úr leiklistaskóla á þessum tíma og þetta var eina leiðin. Það var að fara og finna fólk sem gæti gert þessi hlutverk og ég var heppinn. Eftir mikla leið þá fann ég þessar tvær ágætu mannsku sem seinna urðu þekktari á allt öðrum sviðum en akkurat á þessu. Fáum að sjá brot úr Silfurtunglinu. Ég bý ekki stjörnuna til. Ég læt að tæja. Róskvikur, fjósakonur, róskvikur, fjósakonur. Að horfa á mannin eyðaleggjast. Árið með reiknum þetta meginn. Það er ómægt að glápa á fælbóttum til eins og nefn. Þetta er ekki búin að mína. La 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 la, la 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 la,
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Þér óperusöngkona eða hvað? Þér óperusöngkona eða hvað? Hann getur tunga. Hann var að horfa það. Þér óperusöngkona. Hvað listamæður? Snæddi títt af duggarans fjáldu fisk og drakk með flandramönnum 13 jól. Í sjónir mér flest sem það má til Guðs. Mér það því sem enginn býður bað. Ljóð þín fræg allan Ljóð þín fræg allan heim. Hvert stutt spor var spor með þér. Hvert andartak tafðir þú hjá mér. Var sólskin stund og sælu draumur hár. Minn sáttmáli við Guð 1000 ár. Þetta býsna framúrstefnulegt allt saman. Þetta svona nánast eins og söngleikur, já. Kannski hefði maður átt að stíga skrefið alla leið og gera þetta söngleik, en þarna var maður að takast á við dálítið nýjan miðilnýtt form, það er að segja sjónvarstúdíói, þetta er tekið upp í sjónvarstúdíói og það er svona alls konar tækni sem heillaði mann þarna, krómaki, litir og söngu og músík. Þetta var dálítið stór pródúksjón á sínum tíma, mjög skemmtilegt. Þú hefur gert fjöldan allara myndum og pólitíska myndir eins og Óðal feðranna, myndir sem urðu stórar á alþjóðavettvangi svo Hrafninn flýgur og fleiri auðvitað, myndir sem mönnum fannst ekki sérstaklega góðar, svo Hvíta víkinginn. Hvaða mynd finnst þér vera þín besta mynd? Hvaða mynd ertu ánægðastu með þegar þú lítur yfir ferilinn? Svona hver mynd er eiginlega kannski bara að spegilla því hvernig maður var á hverjum tíma, hvernig maður var upplagður, hvað var að gerast inn í haustum á manni og hverju maður gat komið frá sér. Það er eiginlega enginn sem svona, sem stendur mér frekar nær en önnur. Það er kannski sú mynd sem akkurat sem ég er að gera á hverjum tíma sem stendur mér næst akkurat, til dæmis eins og þegar ég er að klára núna Ísland í öðru ljósi, þá svona, ég sit ennþá með hana dálítið inn í mér og þá mynd sem er að koma, hún er þá kannski það sem að manni finnst með að vera að trúa því. Já, en þú þurftir að leggja eina fram bara. Þú verður nefnilega að vera í samkeppni við sjálfa þig. Það er eiginlega eina sem þú mátt vera í samkeppni við. Þú verður að hugsa alltaf næsta verk skal vera betra en það sem er á undan, vegna þess að ef það er ekki, þá er eitthvað. En þú hefur samt viðurkennt að þér fannst til dæmis Hvíti víkingurinn ekki vera jafn góð og hún var í huganum á þér. Já, það var kannski, það er náttúrulega engin afsökun á því maður gerir ekki nógu gott verk, en kannski vandinn var þar að ég var að vinna á erlendum vettfangi með framleiðanda, ég hafði ekki full ráð yfir verkinu og gat ekki, sem sé, fengið að ráðan loka niðurstöðunni algjörlega. Eins og það sem ég þykir vænt Hvíta víkinginn og gera hann mjög sérstakann í mínum huga eru þeir ungu leikarar sem komu þar fram í fyrsta skipti. En mér finnst stundum eins og leggir líkki á leiðina til þess að fara í taugarnar á okkur sem erum í þjóðfélaginu. Sko, þú breyttir þjóðsögnum, þú lést Geysi gjósa, þú lést gelda einhvern hest í Óðalegu feðranna og það var hestaat í Skuggar hafsins og endalaust, ég meina það er þetta að tæla í... Það er ekki flott, til dæmis, við vorum að horfa hérna smá kafla úr Silfutunglinu og þar tók ég þjóðbúninginn og breytti honum í eitthvað svona bikini og það þótti bara tilræði við ákveðnar hugmyndir á sínum tíma. Menn hlæja þessi dag, þetta er bara skemmtilegt vegna þess að þarna ertu með ákveðið form sem þú getur leikið þér að og ég held að parturinn af þessu sé sá að mínar sögur hafa oft verið þannig að þær hafa kallað á það að þú tækir alveg undir siglasvelgin út til enda og maður má ekki vera hræddur við það, maður er á þóraði og hérna eins og ég sagði, þetta er heppni. Ef maður rampar á eitthvað svona sem getur gefið verkinu kraft og þannig einhvern veginn að horfa á það, þá er það heppni oft. Ég kalli þetta heppni. Já, þá varst alveg stálheppin með mynd sem þú ert að gera núna sem heitir Opinberun Hannesar sem er búið að vera fjölmiðlafári út af eins og flestum þínum myndum. Það er misjafnt svo hvert fjölmiðlafári verður og það er alltaf eitthvað. Þetta er mynd sem þú ert búin að vera að gera, við ætlum að sjá smá brot úr en hún er ekki tilbúin. Nei, ég er búin að klippa hana saman í gróklipp, hún er 150 mínútur löng og nú kemur þessi lokaprósess sem er erfiðastur, þar að segja að þú trimma myndinu, finnur henni hraðan og hvernig þú ætlar að gera hana. Og hérna er Viðar Víkingsson, vinnuðinn til margra ára og kvikmyndagerðarmaður sem aldrei hefur leikið áður.
Nei, ég bara var alveg sannfærður að hann yrði stórstjarni í þessari mynd og það tók mig 3 mánuði að fá Viðar til að fallast á það að leika þetta hlutverk. Fyrst held hann ég væri að gera grín að sér og var eiginlega fúll því ég bauð honum hlutverkið. En ég alveg sannfærður það að í þetta skipta á þjóðin eftir að klappa fyrir, ekki fyrir mér heldur, fyrir Viðari. Skulum sjá. En þessi stofnun á kennitölurnar, fólk ekki skýrt kennitölur. Það verið bara láni frá ríkinu. Í rauninni þurfum við ekkert leyfi til að safna saman þessum upplýsingum að við höfum alltaf haft þær. Sagðirðu lögreglunni hvað var í tölvunni? Þetta er mjög tilöfullt allt saman. Já, þetta er saga mann sem vinnur hjá eftirlitsstofnun ríkisins og yfirmaður leyfisveitingadeildar og hann hefur búið til gagnabanka inn í tölvu. Einn daginn tölvunni stolið og með öllum þessum upplýsingum inn í og síðan fjalla myndin eiginlega þau átök sem verða í framhaldi af því að tölvunni hefur verið stolið. Þetta svona tragikomedía sem leið nokkuð þverpólitísk. Þetta eiginlega viss pólitísk sýn þannig sem búin til í myndinni leið og þetta gamanmynd á vissan hátt. Það ekki bara myndirna þeirra sem vekja deilur, þú gerir það bara hvernig sjálfur, þú býrð í Laugarnesinu og venjulegt fólk getur bara búið í sínum húsum án þess að allt verði vitlaust við það þau búið í sínum húsum. Þér ómögulegt að búa bara í þínu húsi eða eru svona borgaryfirvöld og allir fara á annan endan. Já, ég hef nú náðst mikil sátt það dæmi en maður verður náttúrulega að hafa eitthvað fyrir stafni til að þetta ekki leiðundum. Þannig að ég hef svona tekið stundum hamar og nagla mér í hönd og verið að smíða og en það ekki sáttum þetta. Svo eitt sem ánægjulegt að ég búið til svona göngustíg fyrir neðan húsið í fjörunni og það mikið af fólki sem kemur, þannig kemur hópur eldri borgar og vill skoða húsið. Þarna koma starfsmannafélög í fyrirtækjum og vilja skoða húsið og það mikil umferðana. Fólk að leika sér í rólónum sem ég hef búið til og svona og ég einhvern veginn hef svo mikla ánægja fólki. Ég hef svo gaman að því að fólk komið þannig. Það tekur vel á móti, gerist þau bara... Ef ég heima að býðja átt fólki kaffi og spjalla við það vegna þess að mér hefur alltaf þótt félagskapur mann ánægjulegur. Sumt fólk vill girða af og loka lóðum sínum, vera að tala ónæði. Ég veit ekki hvað það ég hef aldrei upplifað neitt ónæði í lífinu. Mér finnst alltaf ánægja að ég hitta fólk ef ég hef tíma til þess. Þannig það allir velkomnir í Laugarnesi og svo meira tilgísli að það eru 5 gæsapör búin að verpa hann í kringum húsið og 1 upp á þakinu. Þannig ég bara get farið út gluggann og hætt við gæsina sko. Mikil ást í kringu þig. Þannig að það hefur verið alveg stórkostlegt að hafa þessa gæsina. Þú ert annars vegar þarna í Laugarnesinu umkringdur hvönnum og njólum og alls konar furðu hlutum, en svo dvelstu líka langdvölum á einhverjum furðulegum stöðum út í heimi. Þú varst mikið í Víetnam einhvern tíma, nú ert alltaf á Kúbu að hvað, læra spönsku? Já, mér hefur fundist það vera kannski það sem maður getur kallað forréttindi við það að vera kvikmyndaleikstjóri. Mér hefur oft verið boðið á kvikmyndahátíðir og ég hef þá þegið þau boð sem hafa komið frá nógu dularfullum stöðum, nógu fjarlægum stöðum. Ég hef til dæmis bara einu sinni ferð á Cannes-hátíðina þó mér hafa oft verið boðið þangað því mér leiðast öll þessi cocktailparty og eitthvað fólk sem að leika kvikmyndagerðarfólk. Hins vegar hef ég haft gaman að til dæmis að fara til Alexandrín í Egyptalandi þar sem að ein Helgu V var sýnd á svona bakvið sýningun á laun fyrir kallmenn yfir 60. og til dæmis að fara, hvað ég var að segja, til Madagaskar eða Ríó eða Víetnam, einhverjum svona undarlega staði að vera kvikmyndahátíð til það. Þá kynnist maður nýju. En af hverju hefur skotið rótum á Kúbu? Það vegna þess að mér langaði til að læra spönsku og ég var mikið að veltaði fyrir mig hvar ég ætti að læra spönskuna. Svo vildi svo til að ég var á kvikmyndahátíð held ég að verið Dóminíkanska lýðveldinu einhvern tímann eða einhvers staðar þannig rétt hjá og fór aðeins yfir í 2 daga og á einhverjum göngutúr rambaði ég inn í háskólan í Havanna sem þannig í miðri borginni og sá að þar var námskeið sem sé 6 vikna námskeið frá 8 mánaða til 2 á daginn, intensív námskeið í spönsku og ég skellti mér á þetta námskeið þegar ég átti þarna lausar 6 vikur
Og það var til þess að ég ákvað að bara skrifa mig inn í háskólann og fara að læra þetta í fullri alvöru. Og talarðu spönsku orðið? Ég tala svona þokkalega spönsku, sko. Ég er kannski ekki málfræðin alveg 100%, ég get lesið dagblöðin, ég get lesið bækur mér til skemmtunar og bara það að læra nýtt tungumál og þurfa að hugsa upp á nýtt það gefur þér ákveðna vít eins og ég hef lengi ætlað og ætlaði núna í september að fara til Kína að læra kínversku. Vegna þess að ég hef verið að hugsa sko kínverska táknmálið. Öll sú formfræði sem býr á bakvið táknmálið, hvað hún hlýtur að gefa manni sem að hugsa í mynd mikið. Og ef þessi SARS-vírus hefði ekki komið upp, þessi veiki væri ekki í Kína, þá væri ég alveg harður á því að fara til Kína í haust og læra kínverskuna. Þú gera það bara seinna? Ég verð það bara að gera það seinna, ég fer eitthvað bara annað. En þetta að læra tungumál er ein vítin í viðbót. Ég ætla nú ekki að láta þig tala spönsku, en ég ætla að láta þig syngja spönsku vegna þess að ég veit að þú hefur... Já, þú ert búin að hræða mig með því. Ég veit nefnilega að ég fréttaði að þú hefur komið fram og sungið hérna Bésame mucho, sem er á spönsku. Jú, ég var að reyna það. Já. Og við náttúrulega... Það var nú meiri í gríni, sko. Ég bjóst ekki að þú myndi frétta því, en... Jú, ég lofaði þér því í gær að ég skildi reyna það, en það er eitt með þetta lag hérna Bésame mucho, það er aldrei... Sko, það sem ég finnst aldrei heillandi við þetta lag er textin. Það er einhver svona brothætt sentimentalitet í þessu lagi. Söngvarinn segir kysstu mig mikið meira, kysstu mig eins og verið að kyssa mig í síðasta sinn, vegna þess að ég er svo hrædd að ef ég gef þér tilfinningar mínar að ég muni þá missa þig seinna. Og það er þetta sem allir þekkja, það að þessi hræðsla við að gefa allar sína tilfinningar og eiga það svo á hættu að missa þann sem maður elskar. Og þessi þá ángistarfulla þessi brothætta tilfinning kysstu mig og þetta lag og þessi texti hefur alltaf hérna heillað mig dálítið mikið. Fáum að heyra þetta með djúpri tilfinningu. Ég vona bara að ég eyðileggi ekki lagið fyrir öðru. Hrafn Gunnlaugsson upp á svið, gjörðu svo vel. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte y perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, cerca de mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Það var glæsilegt, Hrafn.
Það var stórglæsilegt. Þetta var almennilegt. Það ég ætlaði nú að syngja þetta með hvað er það ég á að setja hér? Með miklu meiri tilfinningahitta en svo var ég allt í einu feiminn, sko. Já, það var fín tilfinning í þessu. Aðeins því að þú tala um að kissa og svona þessar tilfinningar. Þú ert hrifin af konum. Þú gerir konur mikið af umfjöllunum. Hver er það ekki? Ég segi það. Það er nú dapurlegt að maður getur ekki hrifist af konum. Já. Og það sem mér finnst athyglisvert við konur, það kemur fram í bókinni Krummi, sem er stór skemmtileg, að þú ert aðalega hrifin af lyktinni af þeim. Þú dæmir konur af lyktinni. Já, kannski að maður dæmi konur pínlítið bara eins og blóm af ilmnum, vegna þess að ég held að maður það sem stýri val okkar oft í lífinu sé lykt. Til dæmis eiginlega eina stýrikerfið sem virkar í hausnum á þér þegar þú fæðist er það stýrikerfið sem stýrir munninum á þér á gervörtu móður þinnar svo þú getur nærst þegar þú ert nýfæddur. Og það er þá lyktin af gervörtunni sem leiðir sem sé þig sem nýfæddan einstakling á þennan mjólkurkirtil. Og ég held að einn daginn þá muni mér nátt að segja enn betur á því að það er kannski lyktin sem að stýrir miklu meira í líf okkar en við áttum okkur á og það er undirmeðvitundin sem minnir með lyktina. Það er til dæmis, ég man eftir því að þegar ég kom á eyjuna Hainan í Kína, ég var búinn að ferðast allt Kína og var að hugsa hvar á ég að læra kínversku. Svo labbaði ég inn í flugstöðina, þá allt í einu finn ég lykt sem minnir mig allt í einu á Breiðafjarðareyjar. Ég fannst ég allt í einu vera stattur bara einhvers staðar í húsi á Breiðafjarðareyju. Kom þessu undarlega tilfinning ég fékk þessa assósiasjón og lyktinni. Og mér fannst ég allt í einu vera komin heim og ég sagði, hér á ég ábyggilega að læra kínversku. Hér vil ég unnaði við minna daga. Hér vil ég unnaði við kínversku námið. Og það er oft af lykt sem að ég tek mínar ákvarðanir. Já, ég verð að segja, ég ætla að fá að kynna næsta gestir hef ekki hugmyndu hvort það var lyktin sem menn heilluðist af henni á sínum tíma fyrir mörgum árum, en eitt er víst að þessi gestur vann sinn í hug og hjört okkar og hefur verið þar síðar. Skulum án frekari kynningar fá hingað inn Unni Steinsson. Blessuð og sæl. Gaman að sjá þig. Takk fyrir að þáttir. Það var ekki að kynna ykkur. Þegar það við unni heilmikið saman. Já, hvort við höfum. Já. Heyrðu, það er gott að fá þig þáttir. Ég er búinn að fá þig lengi, svo sagði bara að þú varst fertug daginn og hugsaði með mér, heyrðu, það er að gera að fá hana. Ekki seinna vænna. Já, en þú lítur ekki út fyrir að vera fertug. Þakkaði fyrir það. Þú ert umsvifamikil kaupsýslukona í dag, eða ekki? Jú, ég tók mig það fyrir hendur í fyrra, gerist kaupmaður. Já. Ég reik núna 2-3 ár kvennfættaverslanir og eina skóverslan. Og hefur svona minna verið í sviðsljósi fjölmiðlanna síðan þá? Já, það er nú líka allt í lagi að hvíla sig á þeim. Já. Ertu góð businesskona? Ég veit það ekki, það kemur ljós, sko. Ég reyndar náttúrulega verið alltaf verið svona viðskipti gegnum tíðina, sko. Og var nú lengst af að vinna sig á flugleiðum, svo fór ég og starfaði svolítið við bókaforlag og settist síðan á skólabekk og lærði svolítið í markaðsfræði og fór að vinna við almannatengsl og auglýsingastofu. Já. Þannig ég hef svona komið víða við. Ertu hörð í samningum? Mjög hörð í samningum. Já. Spurðu Hrafn. Þið þurftum að gera samninga. Þú réðst hana sem þulu er það ekki á sínu tíma, var það ekki svo? Það er nú eiginlega honum að þakka eða öllu heldur kannski kenna að ég byrjaði að starfa í sjónvarpinu. Hvernig atvikaðist það? Já, þegar ég kom hérna sem dagskrárstjóri þá fannst mér að það þyrfti að gera svona það sem kallaði facelift á sjónvarpinu og þá náttúrulega leitaði maður til unnar. Það var reyndar umdeilt held ég líka þá, því að við vorum náttúrulega, ég var ekki svo eina sem kom inn, sko, við vorum nokkra í röð, sko, eftir grannari og fyrst var nú svona litið á okkur svona hotnauga, sko, einhverjum svona buntudúkkur á skjáinn, sko. Já. En síðan gerðirðu þætti hér og... Ég var nú lengi vel með Hermanni Gunnarsinni og fór svo að vinna reyndar á annarri sjónvarpsstöð líka. Já, með þætti það. Já, fór að heimsótti Hrafn í garðinn hans og svona. Jú, ég nefndi því, það var... Og það er skemmtilegt, þú töluðum um jól og kvann. Já, þú kunnir skila á einhverjum 10 mismunandi kvannartegundum. Já, annars mér þetta nú í hug þegar þú segir, sko, pundudúkar, ég held að þetta sé mjög rámt ofta ég held að þetta sé einhver öfund og minnimáttakennd þegar verið að klína því á fallega konur að sé einhverja pundudúkur síðan og svo vegna þess að nú er þessi miðillinu sem vinnum við þannig að sá sem í miðlinu þarf ákveðna útgeislun og ég mani því fyrir 20 árum síðan þá var ég búinn að skrifa heila kvikmynd í kringum Unni. Þess hún átti að leika aðalhlutverk átti að gerast í verbúð en svo gerði hún mér það að verða barsavandi.
Þannig að það þurfti að parkera kvikmyndin og ég tók þann þráð aldrei upp aftur. Nei, já. Þar eiginlega voru okkar fyrstu kynni. Já, það er rétt. En hvernig, þú ert ánægð með þetta að vera komin svona út úr þessu sviðsljósi og alltaf bara verið, þú ert nýgift, er það ekki? Pálmi Gestsson sagði frá því hér í þættinum daginn að þið hefðu gift ykkur sama dag á gamlársdag. Já, það var mjög skemmtilegt. Þetta var svona mikil tilviljun en hefnaðist mjög vel og við sátum hana saman og borðum brúðkaupstertu. Tvenn brúðhjón. Já, og ætlarðu, ég meina, ertu bara komin á þá hillu sem þú ætlar að vera á bara? Já, ég held það bara. Í kaupsýslunni, samviskusamlega gift og allt í fínu? Já. Engin von að hrafnfáið inn einhverja mynd í framtíðinu eða neitt svoleiðis? Jú, er það ekki? Jú, það er alveg samverðum en það er náttúrulega Unnur hefur mikla leikhæfileika og ég man eftir því að fyrir þessum 20 árum ég ætlaði að fá hana til að leika og hún var barnshafandi og þetta breytist allt saman þá hafði ég alltaf haft á hugsun að hún hefði þennan karisma sem þarf til að leika svona hlutverk. Og fékkst hana sko og fekk svo hana til að leika mitt með Pálma og þú ert að minnast á það að þau hefði verið að gifta sig allan saman. Þá fekk hana til að leika með Pálma og þá kom bara nákvæmlega það í ljós sem ég hafði alltaf verið samferður að hún hafði gífurlegt hugrekki og gerði erfiða hluti og það var einmitt mynd eins og þú segir sem að svona... Hvað er það? Þegar það gerist? Þegar það gerist. En það var nú algjör tilviljun samt að ég endaði í þessari mynd. Já, það var nefnilega það skrýtna. Ég var að leika ungun strák sem gat leikið strákinn í myndinu eða sjálfa með því svona 10 ára. Einhvern strák sem var með svona hestadellu og duglegur. Svo loksins finn ég unga mann sem er alveg afburðamaður. Ég er búinn að sjá hann á hestbaki og eitthvað svona. Og þá endar það með því að kalla hann á æfingu út í Laugarnes. Þá keyrir mamma þess á æfinguna. Og hver er mammas? Það er Unnur Steins. Og ég var búinn að ráða leikkonu í hlutverkið. Og ég bað Unni aðeins að doka við og hjálpaði mér aðeins að mamma stráksins svona hjálpa til að útskýra honum eitthvað svona. Og það er eins og stundum þegar maður er að skapa eitthvað. Alla nóttina eftir að hún hafði sem sé verið á æfingunum með stráknum þá var ég að hugsa að ég er að gera einhverja vitleysu. Unnur á að leika þetta hlutverk. Og það er oft erfitt þegar svona ákvörðun kemur upp. Ég þurfti að tala við aðarleikonuna, segja henni þetta. Ég vildi hún ekki segja Unni frá því að ég er búinn að ráða leikonu. Ég var ekki eins og búinn að samfæra hann og hún vildi leika. Og þá byrjaði nýr prósess. Það var eiginlega að telja henni trúum. Hún ætti að leika þetta hlutverk. Það var mjög erfitt. Varstu alveg til í það leið eða eitthvað? Ég man það bara ekki. Nei, örugglega ekki sko. Ég held ég að alveg látið samfæra mig svona aðeins. Hvernig fannst þér til dæmis? Hvernig fannst þér að leika í bíómynd? Mér fannst þetta bara gaman. Þetta er náttúrulega tekur langan tíma og maður þarf mikla þolinmæði sko. Þetta er náttúrulega vinst allt öðruvísi heldur en kannski maður áður tekist á við. Pínlítið líkt auglýsingabransan, ég hef náttúrulega verið mikið í svona stórum sjónvarpsauglýsingum. En þetta var mikið lífsreynsla og það er mjög gott að geta svona farið aðeins út fyrir sitt líf og gert eitthvað allt annað. Leikið bara einhverja aðra persónu. En það er oft þannig að þegar þú ert búin að vera þekkt andlit í þjóðfélaginu, alltaf í sama mynstrinu sko í rauninni, en það góða stúlkan í næsta húsi, þá á fólk svo erfitt með að sætta sig við það. Að þú getur gert eitthvað annað, eða þú ert að gera eitthvað sem þeim líka kannski ekki alveg við, sko. Já, hestasennan fræga. Ég meina, það er bara þannig með lífið, sko. Og ég segi nú svo Hrafnsson, mér finnst gaman að takast á við ögrandi hluti. Já, varstu kannski bara fegin að brjótast út úr einhverju svona ákveðin ímynd? Ég hugsaði það ekki þannig, en mér fannst þetta bara svona ákveðin challenge. Einmitt. Og bara naut mín í því. Já. Það er ekki bara Unnur Steins sem að þú hefur uppgötvað eða María Bonnevie eða María Ellingsen eða Alda Sigurðardóttir eða hvað við höfum að taka allar þessar leikonur sem hafa leikið hjá þér. Jóhanna Vigdís Arnardóttir var hérna í viðtali daginn og við sýndum brot úr mynd þegar hún var 12 ára þegar hún lék. Frábæra leikona og var síðan eina af okkar bestu leikonum. Hún er komin hérna á sviðið, hún ætlar að syngja lag. Stórkostlega hún er að vera hirðsöngkona þáttarins, hún er alltaf að koma að syngja en við erum full sæmd af því. Hún ætlar að syngja lag úr Reykjavík í öðru ljósi sem að vera sýnt hérna daginn. Lag og texti eftir þig og hún syngur þetta mikill innlifun, ekki síður en þú áðan. Jóhanna Vigdís, gjörðu svo vel. Í Reykjavík er frelsi til að vera. Þú sjálfur alveg sama. Það ert eins og þú ert, eins og þér sýnist. Þú sjálfur, það ræður enginn yfir þér. Það er fjósalit, fásinni, félagsleg ein
þar frelsi til að lifa, laus við húsbændur innan þó. Reykjavík, það koma óvinir, þingmenn, landslýsidiótar, bölva öllu sem höfuðborg, minnimáttakendin, á böggar og kvelur. Því sjálfir búa þeir í Reykjavík. Eru sveitirnar fangelsi, fangaverðirnir á Alþingi, þeir leggja þig í einelti, elsku Reykjavík. Flóttinn úr sveitunum framfaraspor. En það má ekki segja. Svo hugleysingjarnir þegja. Reykjavík, Reykjavík, gerðum langt nef og líktu svo ekki öxl. Þeir vilja fjötra fólk í sveitunum, leggja við fjóshauginn, fara með þar eins og þræla og fín. En þá sjálfa gildir annað. Í sollinum á mölinni lítur þeim vel. Þar lifa þeir í allsnægtum og hata að elska Reykjavík. Reykjavík, ja Reykjavík, ja Reykjavík, já lífsglada Reykjavík, já Reykjavík, 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 lífsglada Reykjavík. Nefnilega það var ljómandi, það var glæsilega gert þegar honum viti sér, ekki allir með svona hirðsöngkonu í sínu þætti. Nei. Mikill performance. Já, mikill performance. En næsti gestur fellur í flokkinn Allt Múlimann, sem við hljótum að kalla bara 1000 tjalasmið. Hann er höfundur fjölda poplaga sem hafa vorið vinsæl, hann er umbóðsmaður, hann hefur framleitt kvikmyndir, einhver auglýsingastof, veit ekki hvað og hvað. Þekktastur er hann þó meðal almennings fyrir að hafa fengið 3 stig á Parken, nokkuð sem Birgitta Haugdal ætlar hefna fyrir eftir nákvæmlega viku. Fáum hingað inn sómapiltinn Einar Bárðarson. Blessaður og fyrir mig. Gaman að sjá þig. Hvað segir þig? Herðu, já, þú verður að fyrirgefa, ég myndist á Parken, ég meina það er ekki. Fylgir manni við. Ertu ekki voða fegin að nú er bara vika þangað til að sko þetta hættir að vera það síðasta sem við gerðum, Eurovision? Já. Eurovision, gjörgæslunni líkur núna. Já. Þannig að það er, það hlaut nú að koma að því eins og öðru. Já. Það myndi ranna sitt skeið. Já, þú tókst þessu alltaf voða vel og kendir aldrei einhverjum öðrum varst alltaf bara, tókst ábyrgð á þessu og sagði bara, það virkaði ekki, en varstu miður þín? Já, það var auðvitað, það var svona smá tíma á eftir sem að maður var svona, þú veist, að jafna sig á þessu og svona innbyrja þetta og svona flokka þetta og setja þetta síðan til hliðar, sko. En ég er nú á því að það hefur nú bara allir kallmenn gott að ég láta kýla sig aðeins á kynnin öðru fóru, sko. Og menn eru á að geta heima menn á því hvað eru snöggir niðuröndur, hvað eru snöggir að róla aftur, sko. Já. Þannig að maður lætur þetta svona
lætur þetta bara duga og hefur gaman af þessu. Hvernig það, hvað gerir þú eiginlega Einar Bárðarson? Ég hef aldrei almennilega áttað mig á því. Við hvað vinnur þið? Það svona helst sem minn segi þegar ég spurði að því. En ég rek auglýsingastofu og svona framleiðslufyrirtæki. Set upp sýningar, nokkrar í gegnum tíðina hef ég gert, Strákarnir á borginni með Bergþór og Helga á sínum tíma og svo gerði ég með Magga og Káka á skemmtun á borginni, síðan var ég með Pál Rósengrans og NASA. Síðan í vetur er ég búinn að vinna með skemmtilegum bræðrum úr Hafnarfirði í Lofkastalanum. Svona 30 ára grínamali Hall og Latta. Það var nú eitthvað sem enginn hafði trú á að myndi gera sig en við vorum nú að sína líklega sýningu númer 29 eða 30. Það er eiginlega verið ár síðan við byrjuðum á henni. Þeir eru nú klassískir. Þeir eru fínir. Fannst þú ekki með í sjónvarpinu? Jú, alltaf ekki. Þú manst ekki Hall og Latti, kannast þið á? Jú, hann hefur leikið oft hjá mér Halli. Nei, Latti, já. Ættir að fá Halla, það var eitthvað sem að geta svona uppgötvað. Þannig að það er svona ýmislegt sem maður tekur sér fyrir hendur. Svo er svona ýmis auglýsinga og markas. Síðan ertu nefnilega í þeirri, svo er svona pínlítið óvenjulegt að þú dælir frá þér lögum sem allar helstu svona hljómsveitir yngri kynslóðarinnar taka upp á sína arma og gera vinsæl. Akkur er þetta svona af því þú ert ekkert sérstakur tónlistarmaður svona? Nei, ég gerir mig ekki út fyrir það að vera tónlistarmaður. Hef aldrei komið fram sem slíkur nema bara einhvern tímann svona í fjölbrautaskólanum og svona sko. Í gamla daga, svo bara þetta var nú bara tómri tilviljun fyrir svona tæpum 5 árum síðan. Ég held að það sé, akkurat 5 ár hún í voru. Þá var ég út í Ameríku og fylgdist með því gegnum breiðband, gegnum internetið bara. Þegar litli bróðir minn flumflirti fyrsta lagið eftir mig í beinni útsendingu á einhverju sjónvarpsstöðinni. Já, það var lagið Farinn. Já, ansi merkileg. Og litli bróðirinn Addi Fannari Skítamóran. Já, bara að fá þetta hreinu, staðreyndirnar. Þetta er poppættatréð. Já. Og þá hafði ég skilið eftir þessa vísu heima áður en ég fór út í nám og hafði svo ekkert svona neitt fengið að þróa hana. Þeir kláruðu að þróa hana og tóku upp og það var svona í fyrsta skipti sem ég heyrði eitthvað eftir mér svona flutt ofnbelga og það var mjög sérstök upplifun. Já, og þú ert búinn að semja einhverju 3-4 lög sem hafa verið sem sagt vinsælust á Íslandi, við komumst á topp vinsælista. Já, það var svona í heildina verið svona 15-18 eitthvað svoleiðis en það eru svona 4-5 sem hafa verið komist í fyrsta sætið en flest hafa verið mjög farsæl, þessi litlu börn. Og nú ertu farin að semja lög fyrir stærstu stjórnarnir eins og Björg Halldórsson. Svo gerði Björgvin Halldórsson lag með mér núna eftir mig jólin sem var alveg æðislega flott. Hérna er einn maður sem hefur gert lag með Björg Halldórssoni líka. Jú. Hrafn Gunnlaugsson, þú vildist ekki ganga við því? Nei, þetta var nú meira bara svona létt grín. Mér grunaði aldrei að þó líði ár og öld ætti eftir að vera vinsælt. Ég held að þetta verið skrifað á servéttu svona í einhverju gríni. Og var þetta ekki dumneitt? Þú varst náttúrulega tókst það svo alvarlega, þetta var náttúrulega bara eitthvað. Þetta var nú, ég var svo mikið ljóðskáld á þessum tíma og las bara Einar Ben og Stein Steinar og fara að skrifa einhvern dægulega texta. Þótt mér nú kannski ekki það merkilegast í heiminum. Og hvert var aftur skáldanafnið þarna? Kristmann Vilhjálmsson. Sem kom hvernig fram? Já, það var, ég sló saman Kristmanni Guðmundsson og Thor Vilhjálmssoni sem voru svo miklu vinir í einn mann. Og þeir sömdu þess að þó líði ára öld? Já, eitthvað þurfti ég að búa til, eitthvað nafn þurfti ég að búa til þetta svona. Það er skýringin á nafninu svona því fyrir auksuna eftir á. Já, herri, nú er vika í Eurovision, ferðu með út? Nei, gerir það nú ekki, ég hef alfarið látið þetta lokið leiki í Eurovision í bili held ég. Hvar lendir Birgitta? Sem reynslubolti í þessari keppni? Ég veit ekki, ég held að ég nú á topp 10, þannig að lendir nú í síðasta seti, þannig að ég nú eiginlega bara ekki, hef greinilega ekki hæfileika til þess að dæma mikið fyrir þessa keppni. Gerði það spáðin í síðasta seti, þá var svona, það meiri líkur að lenda of. Unnur, þú horfir á Eurovision, það ekki eins og þjóðin öll? Jú. Eftir viku, nákvæmlega. Já. Það verður fjör? Örugglega, ég hef nú reyndar ekki heyrt neitt einasta erlend lag ennþá, sko, en ég sá nú fyrir vetur í sjónvarpinu með Birgittu. Enda var það ekki uppáhaldslagið mitt sko, en nei. Það má ekki, nú erum við komin á það stig að má ekki leika segja þetta. Nei, hún er alveg frábær og mikill performance. Efast ekki múin eftir að standa sig alveg stórkostlega. Við verðum að ljúka þessu örstutt. Hvað segir uppáhaldsmaður Eurovision á Íslandi? Hvar lendum við núna? Þetta að kenna mér þetta? Já, þú tókst ákvörðun með að fara með Eurovision 1986. Hvar lendum við? Já, nei, þetta var nú, jú, það er alveg rétt.
Ég vildi gera ákveðið facelift hérna á sjónvarpinu sem ég sagði því ég hefði unnið Steinsson. Og ákveðt að vera í Eurovision? Já, vegna þess að mér finnst eigum að vera með í svona alþjóðlegu sprelli og þetta er gott skemmtiefni. Ég yfirleitt horfa á þetta, gaman að þessu. Og hvað lendum við núna? Hvað er með spá? Við eigum eftir að lenda ofarlega. Þessi stelpa hefur mikinn karisma, það er mikla útgeislun og ég hugsa að þetta vinni, hún eigi eftir að vinna þetta aldrei bara á persónuleikan. Ljómandi. Verðum að ljúka þessu. Við heyrumst eftir einmitt viku í Eurovision frá Riga í Lettlandi en síðan verðum við hérna aftur á sama staði eftir hálfan mánuð. Sjáumst þá, heyrumst eftir viku, verið sæl, takk fyrir komuna. Sumarskapi hér, matjurtagarðurinn í blóma og svona eftir að Ingvar Harp fór á mann grænum fingrum í síðasta þætti. Skulum að minnst ekki láta okkur leiðast næstu 40 mínúturnar því góðir gestir eru væntanlegir, allir í miklu sólskinsskapi. Fyrstur maður sem hefur lengi verið stór hluti af okkar þjóðlífi, fyrst sem poppstjarna þá sjónvarpsmaður og undanförnum sem umsvifa mikill samninga og kaupsýslumaður víða lönd. Fáum hingað inn Jónas R. Jónsson. Velkomin, gaman að fá þig. Hvað segir þá? Það var ekki að þess sveiflan í hárinu, hún er að sína stað? Já. Þrátt fyrir nokkur ár í útlöndum? Já, ég er búinn að reyna einu sinni að losna við hana. Skar alltaf, leiði vel, en einhvern veginn passaði það ekki. Nei. Herðu, ég spyrði bara eins og ég myndi spyrja ef ég hitti þig á förnum vegi. Hvað ert þú eiginlega að gera? Ég er nú óskup lítið að gera þess þarna. Ég er aðallega í hestamennsku og njóta þess að vera komin heim til Íslands. Já. Þú ert nýfluttur heim? Nýfluttur heim. Já, eftir að hafa verið að gera eitthvað? Já, ég er búinn að vera í tæp 9 ár. Búsettur að mestu leyti í Bretlandi en líka á Ítalíu og Svíþjóð og svona hist og hér. Ég er búinn að vera að vinna út um allt. Já. Svo er bara römmur svo taug og ég er komin heim og það er yndislegt. Já, einmitt. En hérna aðeins bara örstötu fyrir kannski betri í það eftir, en hvað varst að gera þarna úti? Ég var nú eiginlega fyrst og fremst í nýsköpun til að byrja með að setja upp sjónvarpsstöðvar en síðan í nýsköpun alls konar fyrirtækjum sem voru að sækja inn á nýja markaði. Já. Bara í fullt af ævintýrum. Já. Gaman að því. Já, mjög gaman. Já, hérna var ekkert erfitt fyrir þig svona sem að hafi verið svona áberandi hérna raunin alveg frá því þú varst unglingur, fyrst sem poppstjarna og svo sjónvarpsmaður og þess aftar að svona láta það alveg hverfa vegna þess að við höfum ekki séð mikið af þér undanfarin ár. Nei, það er nú kannski það sem ég fannst einna og allra notalegast við þetta. Að vera það sem enginn þekkir mann, það er oft gott að vera og þú kemur inn í þá allt öðrum forsendum og það er notalegt að geta unnið sitt starf án þess að vera kannski með einhverja mikla forsögu á því að þú hafir einhver tíman verið eitthvað annað heldur en það sem þú ert hér við samningaborðið eða hvar sem þú ert. Já. Þannig að það er dásamlegt, mér finnst það mjög gott. Ég kannski á sínum tíma fekk svolítið stóran skammt af því að vera í svarthvítu á laugardagskvöldum. Ég vona að þú báir það aldrei. Ég vona að ég haldi litnum. En aðeins á þessum tíma, þú varst ein af okkar skærustu stjörnum hér, ef maður segja svo, já, í poppinu. Þú varst leiðtoginn í hljómsveitinni Flowers sem að reis nú einna hæst hérna. Hvernig, ég veit að þið finnst ekkert gaman að tala um fortíðin, en segð mér aðeins samt frá þessum tíma. Var þetta ekki samt ferlega gaman? Jó, þetta var mjög gaman. Og þetta er, fyrir ungan mann, þá er þetta náttúrulega eitt stórt ævintýri að í raun og veru að komast inn í vinsæla popphljómsveit og vera raunverulega að leika þér. Já. Því það er þetta er kannski erfið vinna þegar upp er staðið því að dansleikinni voru kannski þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag, laugardag og sunnudag þegar best lét. Þetta er svolítið annar landslag núna heldur en var þá. Já. Og farið út um allt lag og sitið í allt land og sitið í rútum og allt það. En samt sem þetta var eitt stórt ævintýri. Þetta voru forréttindi að fá að taka það til þessu. Já. Þú þóttir alltaf, og til dæmis Björgvin Halldórsson hefur sagt að þú hafi verið algjör lærimeistari. Þú hafi verið með takta sem enginn annar var með. Þú varst svona fremstur í flokki þegar að koma að klæðaburði og svona stíl almennt. Þú nú flottur í tauginu hérna núna,
Þú hefur oft lesið þetta væntanlega sjálfa þig, var það meðvitað, varstu eitthvað svona... Þetta nú bara ofrós, það svona því fortíðin, hún alltaf svona gildari og flottari og allt það. Björgvin sagði þetta bara í viðtali hérna daginn. Ég hef alltaf haft gaman af fallegum hlutum og allt það og ég þakka Björgvin hrósið að ég hefur einhver leiðtogi einhverju. En Björgvin var miklu betur söngvari heldur en ég og það miklu frekar að hann hafi verið leiðtogi heldur en okkur en ég. En hann tók við þér í Flowers, hann tók við mér í Flowers og við Björgvin höfum þekkst frá því að hann var 15 ára og þó ég segi sjálfur að þá var ég mikill hvatamaður að hvetja hann til þess að fara að syngja. Þá var hann að koma úr skólanum, Flensborg sín tíma, kom í sjoppuna, eða Sportval reyndar, þetta var nú reyndar sko sjoppa til að byrja með og svo var Sportval var sett upp í Hafnarfirði og við seldum hljómplötur og Björgvin kom og kastaði skólatöskuna á borðið og við sungum saman í eftirmyndagi þegar hann kom úr skólanum. Þá hann 15 og ég 17 eða 16 eða eitthvað svoleiðis sko. Og Björgvin var strax alveg frábær söngvari. Já, hann óspara hrós, en hann segir að þar hafa hann bara lært allt sem hann kann, eða svo gott sem. En aðeins áfram með þennan tíma, þú varst í Flowers og þar söngstu þessi lög sem eru sko, mörg lög auðvitað, en í dag sko standa kannski upp úr glugginn annars vegar og slappað af hins vegar. Svo fórstu hvað í náttúru sem var svona kannski reynd að taka sig dálítið hátíðlegar eða alvarlegar? Það svona kannski komin það komið annað músíktímabil. Þetta var ekki alveg eins mikið svona, það var kannski ekki alveg eins mikið pop eins og Flowers tímabili var. Þá eru Beatlarnir upp á sitt besta með sín stórkostlugu poplög sem slík. Og við að taka þyngri svona og kannski alvarlegri tími í tónlistinni. Og við vorum við stofnuðum Náttúru og það var í 2 ár. Tíminn fyrir að skólast til. Já. Meðan þú varst með Náttúru þá meðal annars komuð þið hingað í sjónvarpssal og þið spiluðu brot úr pop-óperunni Tommy, eða rock-óperunni. Við erum með nokkuð brot af því og ýmsu öðru af þínum ferli, við skulum sjá það áður en lengra er haldið. Haltu augun. Jónas Jónsson söngvari hljómsveitarinnar sem ber hið sérstæða nafn Náttúra. It's a boy, Mrs. Walker, it's a boy. And Tommy doesn't know what day it is. He doesn't know who Jesus was, what praying is. God morgon. Herðu? Já. Gættu hvað mikið í lófunum? Og hingað eru komin til okkar góði kunningjar. One more time. One more time. Glerýlát með stút. 3 rétt. Við þökkum ykkur öllum kærlega fyrir komuna hér í sjónvarpssal og þökkum ykkur fyrir ánægjulega kvöldstund ykkur sem heima sittið og bjóðum góða nótt. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. Sæla jólaró. Því bók á förnu vegi fótganganda nótt og degi alveg til að sjá. Já, þetta var skemmtilegt. Bæði þú að syngja og þú sem umsjónarmaður skemmtiþáttar og allir þeir hæfileikamenn sem þar komið fram. En á ég bara safna hár eftir. Já, en sko, þú ert mjög grannur maður, þú ert ekki jafn grannur og þarna. 65 kíló þegar ég byrjaði þetta. Er það? 65 kíló? 65 kíló, 67 kíló, kannski 67. Nefna hvað, já, ég var mjög heppinn að það var svo mikið hæfileikaríku fólki sem að annars vegar var hér innan hús, eða í kringum þetta hús, þessa stofnun. Halló Latti, til mér Latti vann hérna í stofnunni þegar ég að gera þessa sjónvarpsþætti. Þannig að hann var áður maður vissi að það var Latti komið hérna með alla sína hæfileika. Dróst hann upp á svið?
Ég þurfti ekki að draga labba. En svo sýndist mér hann var Siggi Sigurjón sem ég skildi að þetta sé fyrsta skipti sem hann birtist opinberlega. Já, þá auglýstu við eftir skemmtikröftum. Og Siggi var svona konnabrúða sat á hné frænda síns, en frændin var, sko í þessu tilfelli, var leiðtoginn í dúóinu. Já. En svo náttúrulega Siggi blómstraði eftir það. Já. Síðan, eftir þetta tímabil í sjónvarpinu og þú auðvitað geysir þekktur, þá ákveðið þú að fara að stjórna upptökum á tónlist og draga út úr þessu öllu og verður upptökumaður í hljóðrita. Þar sem að eiginlega allir okkar tónlistamenn tóku upp, sem tóku upp hér á landi á Nabba. Já, á þeim tíma var ekkert almennilegt hljóðupptöku til á landinu og þá var einn ágætur maður sem að ferðaðist með sig band og tók upp meðal annars á klóstónum í Háskólabíó og Hist og Hesko notaði það sem ekkoið í hvað Pétur Steingrímsson, prýðismadur. Nema að það var engin aðstæða til staðar og við ákvaðum að setja upp hljóðrita, ég og Sigurjón Sighvatsson og Jón Þór Hannesson, til að byrja með. Í Sagafilm? Í Sagafilm, já. Og ég eiginlega bara lokaði mig af inn í upptökuklefanum. Ég var búinn að fá svolítið stóran skammt af sjónvarpinu. Þetta er kannski eitthvað sem ég hafði ekkert reiknað með að ég færi þessu leið. Og þú varst þar í hvað, nokkur ár? 4 ár eða ekki eitthvað? 4-5 ár. Já. Og þar meðal annars ég las í gömlu viðtali eftir Megas að einhvern veginn að hann mætti í stúdíó held ég á plötu nr. 2 hjá honum eitthvað svoleiðis og hann fór og söng og hann náttúrulega getur sungið eins og engill ef hann langar og þú komst inn í stúdíó og sagðir heyrðu, þetta var svo sem ágætt, en þetta var ekki Megas. Og hann þakkar þér fyrir, eða kennir ég veit ekki, fyrir hvernig hann syngur, er þetta rétt? Já, hann þarf ekki að þakka mér eitt eða neitt, en hann, í þessari upptöku vinnu að þá hafði ég einhverja skoðan á því hvernig hann var að syngja, hann var kannski ekki alveg nógu skýrmæltur eða eitthvað slíkt. Það var eitthvað búið að koma eða stað þessum svona leyndardóm að Megas syngi óskýrt og væri ekki að skila sér einhvern veginn. Ég trúði því ekki og við spjölluðum þetta. Og svo man ég eftir í framhaldið af þessu að þá sagði hann ok, allt í lagi, þá bara ger ég þetta svona en ekki til ég að setja á mig svona nokkur ljós og það voru ljóskastar í stúdíónu og stillt á nokkur ljósum og síðan fékk hann svona rock hljóðnema og svo söng minn maður beint fyrir framan upptöku herbergi í gegnum það sem að gleri var í gegn og við söfnuðum saman einhverja fólki og hann söng alla plötuna í gegn í fyrstu töku sem er mjög óvinnilegt og gerði það eins og enginn, hann lék sér það svona. Það var æðislegt, þetta var sko prívat konsert fyrir 10 manns þarna eða eitthvað slíkt og ég gleymi þessu aldrei. Já. En þú ert í þessu, ferð síðan út að læra hvernig á að gera sjónvarp, ferð að vinna upp á Stöð 2, ferð síðan þessi ævintýri sem við fórum í áðan en ert komin heim og ert að fara að gera hvað? Ég veit ekki hvað ég er að fara að gera, í raun og veru. Mér langaði til þess að koma heim og aðstæðunar okkar voru nú þannig að kona mín hefur aldrei flutt út, þannig við erum búin að fljúast á í tæp 9 ár. Fljúast á í góðri merkingu, já. Þá hef ég annarkvæmt flogið heim hverja helgi eða hún út hverja helgi. Við settum strax markmið að hittast hverja helgi. Og svo eru barnabörnin mín hérna heim. Voru þetta ekki 9 ár, sagðirðu ekki? Jú, tæp 9 ár, jú. Ég er búin að fá alveg nóg af flugvélum. Já, og hvað, það eru 52 helgar á hverju ári? Já, þannig að helgarnar snerust bara það í raun og veru hvert maður ætti að fara helgina, ekki hvað maður ætti að gera endilega, heldur bara hvert maður ætti að fara. Og svo eru barnabörnin mín heima, en ég er komin að kafa í hestamennsku, mér finnst hún alveg dásamleg og svo er bara það að ég var í 5 ár í Bandaríkjunum, núna 9 ár, þannig að þetta er komið alveg nóg. Og eftir því sem maður bara eldist og er lengur í burtu og eyðir meiri tímum í þessum stórborgum, þeim mun meira kann maður og betur kann maður meta hvað Ísland er dásamleg. Og þessi taug, hún verður bara rammari með árunum. En hvar munum við sjá þig? Ég veit það ekki, ég er bara lítið í kringum mig eftir einhverjum spennandi tækifærum og ég veit ekkert hvar ég beri niður. Ég vona að ég beri niður á einhverjum góðum stað. Já, það er örugglega ekki skortur og eftirspurn eftir Jónasi Jónssoni, en vona það. En það er eftirspurnin sem var hjá mér eftir því að þú syngir hérna. Við ræddum það fyrir þannig þátt að þú myndir taka hér eitt lag og bara svona aðeins til að rifja upp gamla takta og sjá hvort að allt sé ekki á sínum stað. Við finnum það þá. Það er komið 10 ár frá því ég söng síðar, sko. Já, einmitt. Ég var að taka það saman. Þú hefur sungið einu sinni opinberlega á síðustu 20 árum. Það var hér í sjónvarpinu. Já.
fyrir 10 árum. Já, það alltaf hægt það sko hægt að plata mann á 10 ára fresti. Hvað lag þú ætlar að syngja hérna með bróður og dóttur þinni? Já, Ásta Sigríður, dóttir Sveins bróður míns. Hún er frábær söngkona og hérna, mér styrkur að fá hana með mér. Þannig að það er allavega eitthvað ungt og ferskt og sem að skila sínu... Kennir henni mig vita fyrir? Það fer ekkert illa hjá henni, sko. Hvað ætlar að syngja? Ég ætla að syngja Stevie Wonderland sem heitir As og hérna er svona jazz fusion. Og ég fengi til liðs mig góða vini mína sem að mér er líka styrkur að því að þeir kunna sitt hlutverk vel. Ég hlakka til að heyri þér og þú kemur hingað strax aftur þegar þú ert búinn. Gerið það. Takk. Má ég taka það með? Já, takk það hann. Gjörðu svo vel. As around the sun the earth knows is revolving, and the rosebuds know to bloom in early May. Just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, you know what I say, it's true, that I'll be loving you always. Until the rainbow burns the stars out of the sky. Always. Until the ocean covers every mountain high. Always. Until the day that 8 times 8 times 8 is born. Until the day that is the day that I know. Oh, did you know that true love asks for nothing? Her acceptance is the way we pay. Did you know that life has given love a guarantee to last forever another day? As the day I know I'm living for tomorrow could make me the past, but that I mustn't fear. Now I know deep in my mind the love of me I left behind, and I'll be loving you always. Until the rainbow burns the stars out of the sky. Always. Until the ocean covers every mountain high. Always. Until the day that 8 times 8 times 8 is born. Always. Until the day that is the day that I know. Oh. Did you know that true love asks for nothing? Her acceptance is the way we pay. Did you know that life has given love a guarantee to last through forever and another day? As the day that knows she's revolving, and the rosebuds know to bloom in early May. Now I know deep in my mind the love of me I left behind, and I'll be loving you always. Until the rainbow burns the stars out of the sky. Loving you until the ocean covers every mountain high. Until the day that 8 times 8 times 8 is born. Until the day that is the day that I know. Frábært, aldeilis frábært. Takk fyrir þetta, Jónas. Mjög gaman að þessu. Takk. Ertu í einhver æfingu? Syngur eitthvað svona? Nei, ekki neitt. Ég er ekki upp tón í 10 ár. Ég alveg að tala. Ég svo aldrei. Ekki eins og sturtu? En það heyrist það líka. Nei, það heyrist ekkert. Það er helst kannski að maður syngi í haustum á sér. Já, hreyfingarnar alveg hérna. Nei, það er nú ekki. Já. Við viljum fá næsta gest. Já. Það er kona sem hlaut nýlega norrænu barnabókaverðlaunin fyrir bók sína Engill í Vesturbænum. Hún hefur árabil skrifað fyrir börn og unglinga og raunar fullorðna líka með frábærum árangri. Kristín Steinsdóttir, gjörðu svo vel. Bless og sæl. Nú eru það bara eins og sólinn sjálf sem mætt. Velkomin, gaman að fá þig. Já, það er ekki bara sólinn sjálf sem mætt. Það er ekki að segja það. Ferðu þú til hamingju með þessi verðlaun? Já, til hamingju. Já, þau eru svo sannarlega verðskuldu. Þetta er alveg aldeilis frábær bók. Engill í Vesturbænum. Já, þú segir það. Já, ertu... Ég held ég hljóti bara að vera sammáluð. Já, er það ekki? Jú. Var gaman að skrifa hana?
Það var alveg ótrúlega gaman að skrifa þessa bók, já. Ég hefði ekki viljað missa því. Nei, þú skrifar hana sem sagt, það er ungur drengur sem talar. Það er ungur drengur sem segir söguna, Askur, já, ungur og ungur, það veit ég ekkert um. Það er alltaf verið að spyrja mig hvað er hann gamall. Já. Og ég segi að hann getur verið á aldrinu 6 ára til 70, þess vegna. Vegna þess að við gerum alltaf mikið að því að setja fólk í skúffur, menn eiga að vera svona og svona og svona og svona gamlir og það á ekki við þetta. Þú getur fundið sjálfan þig í þessari bók. En ef hann er vinur allar þessu ungu krakka 70, þá er hann bara ógeðslegt fyrir mér. Ég held að sé ekki ógeðslegt, ég held að málið sé að hann er algjörlega tímalaus. Já, einmitt. Og það er kannski styrkur Asks að vera ekki akkurat skrifaður inn í kommóðuskúffuna 10 til 11 ára gamall drengur með plattfót, freknum, heldur hann er bara breiður. Og það er til dæmis aldrei, það er margar myndir, alveg frábærar myndir, hérna Halla Sólveig myndlýsti eins og þau kallið það. Já. Og það er margar myndir og það er aldrei mynd af honum. Nei, það er gert með vilja. Já, einmitt. Það sést á hlutið á andlitið á honum og svona aftan á hann en aldrei. Þú átt sjálfur að ákveða, það á ekki taka frá þér. Einmitt. Þá. Hvernig, af því að nú er sko myndirnar og svona uppsetningin allar bókinni skiptir verulegu máli þegar maður er að lesa hana. Unnið þetta þá mikið saman, þú og Halla Sólveig? Já, fyrst skrifaði ég söguna, fyrst skrifaði ég eins og hefðbundna barnabók og mér fannst hún alveg hundleiðinleg. Það hendi nátt í hotn og ákvað að gera ekki meira með hana. Og svo kom yfir mig þetta að prófa nýtt form sem að voru þessar stuttusögur og örsögur eða smásögur eða hvað ég maður kalla 52. Og þá fyrst komst ég í gír. Ég komst í gírinn með sögunni þegar ég skrifa strákinn þegar hann er að hafa áhyggjur af því eftir 11. september að flugvélarnar fari niður í Hallgrímskirkju og Landakotskirkju. Turnarnir 2. Turnarnir 2. Og þá þegar það var komið, þá gekk þetta mjög vel og þegar ég var komið með þessar myndir alla, þá fór ég til Höllu Sólveigar. Og við gerðum bara með okkur samkomulag, sem var mjög skemmtilegt. Hún las bókina með ótrúlegri samviskusemi og skilningi og við ákváðum að hún hefði frjálsar hendur með að gera myndir og ég mætti mótmæla og ef ég væri óánægð með eitthvað þá myndi hún gera nýja mynd. Það var ekki þrjóðað Sameinuðu þjóðanna? Já, það var það virkilega sko og það var svo á örfáum stöðum sem þetta með breyta því að hún lagði sér svo alla fram að skilja sögun og hún skildi sögurnar á svo líkan hátt og ég hafði reynt að skrifa þær að þetta var bara eins og ljúfur draumur. Já, það hverjast myndir bara listaverk. Já. Sko það er ekki oft í svona þættu á laugardagskvöldi upplestur en mig langar samt bara aðeins svona svo við fáum að því að það er engan veginn nógu margir búin að lesa bókinni ímyndaði mér. Það er aldrei nógu margir búin að lesa hana. Stendur það ekki allt til bóta núna? Ég ætla rétt að, hún mókast út núna, svo ég ætla rétt að vona að fólk lesa hana. Já, og leið okkar að heyra. Og ég ætla að lesa kannski... Er þetta svona litlar sög, eða lítil atvik? Lítil atvik í lífi þessa drengs og sem koma svona bæði heima, hann býr í blokk vestur í bæ og þau gerast bæði heima fyrir í blokkinni með fólki og einhverju sem hann ímyndar sér og svo líka út bæinn. Býrðu sjálf í Vesturbænum? Ég bjó í Vesturbænum þegar ég skrifaði þessa bók og ég bjó í blokk. Já, leið okkur að heyra. Ég ætla að lesa stuttasögu sem heitir Framtíðardraumar. Þegar ég horfi upp í himininn langar mér ótrúlega mikið til að komast á aðra hnetti og sjá hvað er þar. Ef ég horfi nógu lengi sé ég hreyfingu á stærstu stjörnunum og einhver er að blikka mig. Mamma segir það get ekki verið, en ég trúi henni ekki alveg. Kannski hef ég hæfileika sem hún hefur ekki og einhver horfir á mig langt utan á geimnum þótt hann sjá ekki mömmu. Þetta gæti verið einhver sem langar til að tala við mig bara af því að það er ég. Ef ég gæti nú komist í samband hvor við annan. Það er langt síðan ég ákvað að verða stjörnufræðingur. Ég veit samt ekki alveg hvað ég á að gera því nú langar mig líka til þess að verða pítsusendill. Kannski get ég orðið pítsusendill út í geimnum. Þetta er ótrúlegu bjartsýnismaður. Bjartsýnismaður. Þetta er skemmtilegt. Já. En hérna, aðeins bara af allt öðru. Þegar þið eru svona cirka sömu kynslóð, varst þú í pop og rocki á þínum sokkabandsárum? Ég var aldrei í hljómsveit. Nei, það var... Ekki Ingólfur bróðir? Já, Ingólfur bróðir þinn. Já, Ingólfur. Hann var sko fyrir hönd fjölskyldunar í popinu og rockinu. Já, hann var í þokkabót og... er ennþá að semja þetta ekki? Já, ennþá semja og spila og alveg mjög á fullu í því. En
Ég var bara svona utan í þessu og ég var að sjálfsögðu, tók þátt í gleðinni eins og aðrir gerðu og sparaði mig ekki þar. En ég var, eins og ég segi, aldrei í hljómsveit. Ég komst lengst einhvern tíma en að syngja lag á balli með hljómsveitinni norður í Menntaskólanum Akureyri, þar sem Egill Eðvarðsson var þá líka held ég, gott ef hann var ekki í hljómsveitinni sem ég söng með. Ég man það þó ekki alveg. Okkar maður hér í stúdíónu, en allavega það var það lengsta sem ég komst. Nú hann örugglega með einhverja mjög flotta mynd af þér og þetta er allt í close-upi og svona. Ég ætla ekki að syngja, ekki að syngja lagið, nei, ekki að ræða það. Nei, það er búið. En það erum við búin að heyra svo frábæran söng hérna í kvöld og það... Já. En hérna, ég segi bara aftur til hamingju með þessa bók. Takk. Ertu byrjuð að vinna strax á næstu bók? Ég var byrjuð að því löngu áður en, það bil sem þessi kom út. Verður að hafa mörg járn í eldinum? Já, og maður á nú alltaf svona tvennt á borðinu. En ég er núna svona, þetta setur mann kannski pínlítið út af laginu þegar maður fær svona mikla athygli. Og núna ætla ég bara að salta þetta allt saman og hérna hugsa mig í sumar og fara svona og gera annað og ferðast og... Það er ekki að markaðsetja þetta í raun og veru? Það er ekki að leggja landið til fót og... Já, ég hef náttúrulega, ég skrifaði þessi bók gefin út hjá Eddunni og þeir markaðsetja mig. Og það er þeirra starf. Og ég fylgi því eftir eins og... Þetta sem er bara aðbyrjum hann í fæinu sem að þekkir það lítur að vera tækifæri. Og það áðan að menn myndi bjóða hann að vinna. Já, kannski við tölum Ég er að fara til Noregs núna í lok mánaðarins og taka á móti þessu norrænu barnabókaverðlaunum og ef einhver vil tala við mig þá er ég meira en til. En ég veit ekki hvað. Það gerist. Það bara verður alltaf komið í ljós. Ég er bara bjartsýn og hef gaman að þessu. Þetta er alveg sérstök bók. Mér finnst hún eitt bara rétt í lokin sem ég langaði að spyrja þig út í vegna þess að ég var að lesa þetta fyrir dóttur mína og svona. Þú greinilega viljandi setur inn hluti sem krakkar eru hræddir við. Það býr að hans mati varúlfur í kjallaranum. Það er skrímsli í Djúpalaugin í Sundi. Ég þurfti aðeins að bíta á jæktum til að lesa þetta fyrir börnin mín. Varstu svolítið hræddur? Nei, ég var svona hræddur að þau eru hrædd. Sko, ég held að þú þá væntanlega líka komið auga á engilinn. Já. Sem tekur utan um hann þegar hann líður illa. Og kannski er ég með vilja að setja upp þessa tvo póla, gott og vont. Og ég held að krakkar í dag, þeir upplifir svo ótrúlega margt vont. Og við það að lesa einhvern sem lendir í öllum þessum hremmingum og kemst út úr þeim á þann hátt sem að Askur gerir þegar þú ert búið með bókina, að þá hugsa ég mér að það kvikni kannski svona ljós hjá krökkunum og þau sjáu, sko, já, þarna er eitthvað sem ég þekki og ég get þetta líka. Þannig að ég vona nú að ég hef ekki almennt upp til hópa hrætt. Það var ekki ætlunin, en ég skal alveg viðurkenna að það kom oft spurningar á mig út af fyrstu myndin í bókinni, þar sem að varúlfurinn er þarna svona, hvort að þetta væri kannski of hættulegt og þá vísa, ekki frá Pálaginu, heldur frá fólki sem að var að skoða þetta, ömmurnar hafa verið drjúgar í að kaupa bókina og lesa hana með barnabörnunum og svona. Þá vísa ég bara alltaf á sjónvarpið. Og vídeóin og bíómyndirnar og þessum krakkarnir að sjá þar, eru þau hræddar við varúlfinn minn, heldur þau eru það dót? Sem er ekki einu svona alveg varúlfur þegar allt kemur til aðeins? Nei. Eða fréttirnar, eða forsíðurnar á dagblöðunum eða eitthvað slíkt. Ég verð ekki vör við að menn séu neitt að súpa kveljur yfir því, jú, margir, ég geri það oft, en mér finnst þetta kannski pínlítið skinhelgi, sko, ef það má ekkert verið í barnabækur eru svo góðar og sléttar og hvítsegnar. Þetta er líf, ég er bara að lýsa lífinu. Og ekki ætla ég að kvart það, mér fannst rétt að minnast á þetta svona henni framlega. Allt í lagi, ég er búin að svara því. Við ætlum aðeins að skipta gír, slá bara aðeins í klárinn og fá henni næsta gest. Það er ekki að kynna hann mjög mikið en rétt samt að geta þess að hann er fyrir löngu orðin lifandi og öflug stofnun í gríni og glens lífi þjóðarinnar. Ég kalla eftir sviðsmanni hér einu sinni sem heimtaði að koma með stólinn sinni sjálfur, Þórhalli Sigurðssyni, Latta. Gaman starta þessari stofnunar. Já, nú verður þið að færa eitthvað, sko. Jónas? Já. Ég er ekki viss um að það hefur verið góð hugmynd þetta. Jú, já, ok, þetta gekk. Ég meina, ég treysti einhver fyrir þessu. Blessaður. Blessaður, velkomin í þáttinn. Fáðu sæti. Þetta er einhverjum minn. Blessaður. Heyrðu, það vantaði ekki að við erum búin að auglýsa þig upp hérna í... Hæ? Við erum búin að auglýsa þig upp hérna í þættinum löngu áður en kemur inn. Þú varst hér í öllum myndbrotum áðan hjá Jónasi. Já, þakka þér fyrir. Já. Hvernig er það? Hvað skulda ég þér?
varstu ekki að stíga þinn fyrstu skref þar í þessum ágæta þætti Jónasar? Jú, það víst. Er það ekki? Já, jú, ég var bara á kústinum hérna, sko. Já. Og var að stilla upp stólum fyrir Jónas og svona og leikmyndina og svona. Já. Svo plataði mig í þetta. Maður hefur alveg heyrt þessa sögu margótt, þú var sviðsmaður og svo einhvern veginn tekin inn í þetta, en hvernig nákvæmlega gerðist það? Nú það eru sviðsmenn hérna í kringum okkur, ekki riðstu inn í settið, hvernig gerðist það nákvæmlega? Varstu alltaf grínandi, eitthvað hérna bara? Já, þetta var svona meira svona bakvið þegar maður var svona að mála og smíða leikmyndina og svona, það var alltaf fíblalæti í mér bara, alveg frá því mann eftir mér, sko, ég var með bölvu fíblalæti og sjó heima hjá mig fyrir mömmu og svona. Nú ég var bara áfram með það hérna. Alls það sem ég var í góðu skapi og þá bara let ég það vaða. Var svona með fíblalæti og nú þetta byrjaði eiginlega svoleiðis. Já, og þið bræðurnir, þú og Halli, vorum í fíblalæti allan vetur í Loftkastalanum. Jú. Hætt að telja. Sýning sem að kannski ekkert mjög margir héldu að yrði eitthvað en... Nei, við heldum að væri hætt að telja, ekki svona. Já, menn væru hættir að telja. En menn voru eiginlega hættir að telja fjölda sýningarna þess að þetta gekk. Já, ég botnaði ekkert í þessu og við Halli, við botnaðum ekkert í þessu. Við ætlum bara svona, því að það var verið að gefa út þessa plötu, afmælis svona útgáfa, svona 30 ára afmæli, Halló Ladda. Og við fórum svona spekulur í því, hvort við ættum að gera eitthvað svona smá. Og svona, það er engin gaman að því, svona og svona, jú, við verðum að gera eitthvað, kannski við tökum nokkuð lög og svona eitthvað hljómleika eða eitthvað svona, 2-3 skipti eitthvað svona. Og þá kom Einar Bárða til okkar að því hann sá þetta eitthvað staðar í stúdíóinu, það var eitthvað, stóð upp á töflu eitthvað, 30 ára afmæli Halló Ladda og hann bara, heyrðu, hvað er þetta? Hringdi okkur bara á, sagði, á ekki gera eitthvað? Við sagði, nei. Hann sagði bara, má ég gera eitthvað? Sagði, já, ok, og hann svona dreif í þessu bara. Og síðasta sýningi var bara núna fyrir eitthvað viku eða 2 vikum? Það var 30. Þetta er búið bara núna? Já, þetta er búið. Já, akkurat, þú ert ekki einu svona plugga, sko, þú er bara... Nei, þetta er búið. Afmælið er búið. Afmælið, nei, það er ekki búið. Það er eftir afmælið. Hvað er þetta að gera annars, svona, hvað er þetta fast? Já, núna þessa dagana? Já. Ég er að æfa. Þú ert að æfa leikrið? Ég er að æfa grís. Já, grís, já. Já, algjör grís. Já, og hvað, ertu Danny Zuko, nei? Nei, við erum að æfa í Borgarleikhúsinu, þetta er á að vera svona sumarsmellur. Já, Birgitta Haugdal í aðalhlutverki og Jónsi. Já, einmitt. Já, svo ég er svona eitthvað að segja, ég er gamli maðurinn í hófnum. Já, einmitt, já. Þarna þegar við vorum, sko, þá var maður yngstur, en... Já, það gerist rætt þetta minn. Nú var hann elstur. Já, endar svona, sko. En það er voða gaman, sko. Sjáum við mitt brotar sem það sem þú ert yngstur og ert með tóm fíblalæti í þættinum hjá Jónasi. Er þetta eitthvað alvarlegt, læknir? Ég veit það ekki, ég er bara málari hérna. Ég er ekki svo góðlæg, því það er áhaldnægt að sjá. Nú er ég lendur, sjáðu nokkuð fjeldur. Ég er í ofsastuði og elskar hvern sem er. Þetta byrjaði nú í innréttingunum. Ég fór í innréttingar. Já. En það urðu það miklar útréttingar í sambandi við að ég... You're the flower of my heart. Sweet. Já, þetta er gott. Strax í vatni var til bara svona. Þú varst aðalega að mæma eins og það heitir, það sem að hreyfa varirnar. Já, maður þorði ekkert að gera annað. Þetta líka var sko svona
svona hröð vinna á öllu þarna, sko. Það var svona, þetta bara, var svona bara... Það var bara hópur af fólki og við hérna höfðum einhvern ákveðin tíma til þess að taka upp. Og það voru, sko, við komum með einhverjar hugmyndir eða sketsa ekki einu sinni í dag. Þessi karakter eru bara til á augnablíkinu. Kaffibrúsakarnir eru til, sko, einni kvöldstund. Saxi Læknir var bara til í einhverjum sketsa. Það var eitthvað brandari sem að Latti kemur með, ég mynda Tíbían og úr verður Saxi Læknir sem þú ert búin að vera með í 20 ári í farteskinu eftir. Þetta var mjög kreatíft fólk og þetta var svona. Og það var bara, allt í einu það bara, vantar atriði, Já, hvað þáttur hann langur og við erum okkur þar með við. Það vantar eitthvað og allir voru það hvað að gera. Já, bara gera eitthvað og þá var bara farið og gert eitthvað. Haldið það orðið betra ef þið megið yfir því? Nei, það var hlaupið inn í herbyggið, það vantar hérna 10 mínútur. Ragnar, áttu gleru, þessi gleru. Hvernig var því skilking að ég hérna Latti detturinn hérna hann dettur inn í og Jónas sem við leiti líka varst alltaf ákveðin í að verða rithöfundur? Nei, aldrei. Aldrei, nei? Og ekki ennþá kannski? Jú, nú er hann stór. En nei, byrju fyrir. Ég var kennari og húsmóðir og hérna ætlaði mér aldrei að verða rithöfundur því að ég hafði enga trú á því. Það voru einhver allt aðri sem gátt orðið rithöfundar. Maður datt ekki í hug að maður geti unnið við það. Ég var bara að skrifa það að gamni mínu. Svo bara datt ég inn í það að skrifa bók sem var verðlaunuð 1987 og þá fór ég hugsa með mér, heyri bíddu, ég get kannski bara fara að vinna við þetta. Skrifaði ég 3 bækur þannig með kennslu. Þá var ég alveg að drepa mig á vinnu. Það var að vinna allan sólarhringinn. Og þá saði ég upp kennslunni og ákvað, ok, ég get þetta. Þið eru öll hrasað inn í ykkar störf, það ágætt að vera með svoleiðis fólk hérna. Mér er náttúrulega datt aldrei í hug að ég færi að vinna við þetta, sko. Þetta var bara að vera þarna, svo var þetta búið bara. Er þetta ekki meira og minna hrösun hjá okkur öllum? Jú, þetta er. Hvað stöndu við þau? Man var fint. Það er spurning. En sem maður segir, sko, maður fint. Já, við þurfum núna að fara að ljúka þættinu því miður, en ég tíma eiginlega ekki að ljúka þættinu nema ég nái að særa Jónas upp á svið og taka hérna að slappa af. Ég held að það sé ekki hægt að ljúka þessu öðruvísi. Ég var búinn að nefna það við því, þú aftókst það með öllu, en ég talaði hljómsveitina, hún æfði það og ég veit að þú getur ekki neitað því. Já, ég veit það. Strákar, byrjiði bara lagið. Jónas, gjör það svo vel. Takk til að slappa það af. Gjör það svo Jónas. Hérna er ljóðinu minn og upp á svið. Nú er þér fyrir. Vertu ekki stíf og stíf og þver. Stundum þú gengur fram að mér. Stundum ertu ferleg bæði í frek og höfir hall. Finnst mér stundum að þú sér illa og garði gjörn. Eins og brjálur hann stígi stóri kindakjörn. Eins og brjálur hann stígi stóri kindakjörn. Slappar af, þó að þú sér fint og veistu vel. Var þóli svona mikið kér. Hæga, 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 hæga. Ef þú vilt sér lífið þetta af, þú skalt reyna að halda kjafti og slappa svolítið af. Slappaðu af. Þó að þú sést vilt þá veistu vel. Vakti þóli svona mikið kér. Vertu still, þú ert svo spil. Það versta við þig er hvað oft þú verður til þú er svo vel. Já, allt og vel. Hey, slappaðu af. Vertu ekki stíf og stíf og fer. Stundum þú gengur fram að mér. Stundum ertu ferleg bæði frek og gröfu höll. Finnst mér stundum að þú sér illa og garði gjörn. Hæga, 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 hæga,
sjá kallinn Flott hjá maður. Það held ég nú maður. Engu gleymt. Það var glæsilegt. Það var glæsilegt. Herðu, og það var þessi fína hérna, það tók þetta sólsetrinu hérna í settinu. Já. Flóðrótt sjólalag. Það var svo með glæsilegt, já, glæsilega sólur uppbrá skulum við bara segja á endun í það söng fyrir Jónasson. Það nú bara í hug hvort við ætlum ekki að stofna hljómsveit. Já, heyrðu. Þú ert á trommónum með þig? Já. Já, hefur ekki passað líka. Hvað hefur ekki passað? Er ekki faxar? Það er faxar, já. Fyrir svo sönguna hérna? Já. Þetta er komið, ég get verið á þríhorni. Já, ok. Ok, gerum það. Heyrðu, það var gaman að fá ykkur. Kæra þakki fyrir komuna. Ætlið ekki bara að njóta sumarsins? Það er bara vika þangað til að sól fer að lækka á lofti. Ekki minnast á þetta. Það er bara golfið og svona. Já, það er bara golfið og svona. Jú, það er gaman. Hestamennskan. Fjöllin. Já, það er gott að heyra að þið hafið eitthvað fyrir stafni. Kæra þakki fyrir komuna og gaman að fá ykkur. Takk fyrir okkur. Og þakka ykkur sem heima sitjið. Við sjáumst aftur eftir viku. Þá eru sumarsólstöður. Skulum njóta þessari viku fram að þeim. Sjáumst. Bless.